Já, það eru komin til mín nokkrir gestir. Við ætlum að ræða tónlist næstu mínútur og þá einkum klassíska tónlist. Við ætlum að ræða aðeins stöðu tónlistarskólana, glæsilega tónleika Hildar Guðna fyrir helgin og helgina og svo ætlum við aðeins að impra á starfsári Sinfó næsta vetur. Ingveldur, vinkona mín að norðan frá Akureyri. Þannig var alltaf að segja síðan norðan í bjóðar í 3 ár. Já, en við kynntust fyrir norðan. Já, það var sömu starfstöð. Já, G. Ólafsdóttir. Já. Þú ert mamma Hildar Guðna og getur gefið okkur innsýn í hennar sköpun, hvernig hún verður til sem músikant sem að væri ómögulegt að ná utan mánuðinn og svo náttúrulega ertu tónlistarkona og eins og þú segir, þú vannst hjá RÚV og músík alla tíð verið ráðandi í þínum beinum, ekki satt? Mjög. Einmitt. Það verður forvitinlegt að heyra í þér. Nú Freyja Gunnlaugsdóttir, þú ert skólameistari menntaskóla í tónlist og hvert ertu til hljóðfæri? Klarinett. Klarinett? Ég starfaði lengi sem klarinettleikari. Einmitt. Lengst af í Berlín. Já. Þú varst þér 10 ár eða? Já, 12 ár. 12 ár? Já. Gerði bara ekkert annað en að spila á klarinett í Berlín? Nei, þegar ég búið í Berlín þá gerði ég bara ekki neitt annað heldur en að spila á klarinett allan daginn. Ekkert kaffihús. Nei. Jú, kannski mögulega, en ég viku. spilaði óperuna og ég spilaði sinfóníuhljóðstum út í Þýskalandi og var svona sem frílandsheimi. Ferðaðist mikið og svo leið. Akkurat. Það var bara eftir ég kom heima, ég fór að skipta mér af skólamálunum hérna. Já. Og núna ertu náttúrulega með mjög spennandi tækifæri í höndunum. Og Guðni Tómasson, vertu velkomin, þú ert framkvæmdastjóri Sinfó. Yes. Þið, Ingveldur, voruð einu sinni í sama djópinu, ekki Já, sant? við vorum lengi að vinna saman á Rásey. Já. Það er orðið dálítið síðan. Já. En það er góð vinnustæður. Já. Já, það var mjög gaman. Og þið hafið bæði verið í því hlutverki að kynna fyrir okkur sem ekki áttum heiman gengt á konsertstað þá músík sem að Sinfó hefur verið að spila í gegnum útvarpið. Við vorum bæði í því þú varst í háskólabíó. Jú. Ég var það var gaman að vera mjög það upp fyrir ári. Svakalega skemmtilegt að vera í háskólabíó. Akkurat, áður en hljómsveitin flutti síðan í Hörpu. Já, það var svolítið öðruvísi. En líka gaman, ég kynnti líka þar. Einmitt. Og svo var útvarpið svo grand að bjóðum tíma upp á beinar útsendingar frá Metropolitan-óperunni Já, einmitt. sem ég kynnti það. Akkurat. Og frá öðrum óperuhúsum. Já. Allt á laugardagskvöldum. Já, og það er líka frábært hvernig útvarpið skiptist á upptökum frá Evrópu í gegnum evrópsku útastöðarnar. Já. Það er við, Sinfóníuhljómsveitin sendir einu tónleika út til Evrópu og í gegnum útvarpið og það skipst á og svo fá hlustendur að njóta frábæra tónleika bara á Rásey 1 nánast hvert einasta kvöld líka við. Öll virkkvöld í gegnum EBU. Mjög flott starf. Já, mjög. Og glæsilegt að geta boðið upp á svona heimsklassa tónlistafólk og óperusöngvara. Engi spurning. Já. Og ekki Sinfó á leið í Víking tengt til því? Jú, þessi tónleikar sem voru núna á 15 í síðustu viku sem var svona nærmynd af Hildi Guðna það verkefni hún er líka hún var staðarlistamaður núna hjá listahátíð í Reykjavík en hún er það líka á Holland Festival sem er einn stærsta og flottsta bara listahátíð í Evrópu sem fer fram í Amsterdam og Holland gerðvalt og núna á mánudaginn þá er Sinfóníuhljómsveit Íslands þessari hljómsveit sem var að spila núna hundaginn þessum hópi boðið út með Hildi og Daniel Bjarnason stjórnar og það er bara glæsilegt að geta farið með íslenskt tónskáld og íslenskan einleikara íslenskan hljómsveitastjóra og íslenska hljómsveit á þessa frábæra hátíð og tónleikarnir er haldnir í Concertgebouw sem er nú eitt virtasta tónleikahús og bara æðislegasta hús sem ég hef komið í af mörgum þá er það alveg stórkostlegu salur það eru til dæmis nöfnin á tónskáldunum Mahler, Rachmaninoff og Tchaikovsky og eitthvað svona svo áttamaður svo því að þeir hafa meir og minna allir stjórnaðna og komaðna fram þannig að það er svona alvöru saga þú veist, á staðinu Þetta er gaman að segja frá því að við Hildur við byggum í Amsterdam í 2 ár. Þannig að hún er óbeint að fara heim. Hún er að fara heim? Já. Og ég ætla að hitta hana í Amsterdam og við höfum ekki verið það síðan 86 þegar hún var að verða 4 ára. Okay. Þú lærið þér söng? Ég lærið söng, meðal annars í Amsterdam. Í Amsterdam? Já. Einmitt. Sko, ég veit ekki alveg hvar við höfum að byrja
En ef ekki bara byrja á tónleikunum sem ég var á, Jú. sem var á 50-skvöldið í Hörpu. Mér fannst þeir alveg magnaðir. Bara, mér fannst þeir hérna breyta einhverju í hausnum á mér. Það er alltaf svo gaman þegar maður fer á tónleika og eitthvað breytist. Og þetta voru fyrstu tónleikarnir af 3, það ekki? Og hérna og mér langar fyrst bara svona aðeins að fara inn í tilfinningarnar hjá þér að því ég hitti þig rétt áður en fyrstu tónleikarnir hófust þarna á 50-skvöldið. Þú varst að fara að hitta vinkonu þínar, náttúrulega stoltasta gæsamamma í heimi. Þú býrð í Danmörku, flýgur auðvitað heim til þess að verða vitni þessum ósköpum og oft hefur Hildur á umliðnum árum náð að gera þig þokkalega stolta. Hún er alltaf búin að vinna því líku afreikin. Og hérna, en ertu til í að fara þess með mér í gegnum svona bara þetta kvöld? Já, fyrir mömmuna þá náttúrulega sko bara springur hjarta á stolti og bara fór út í kosmosið og ég bara vonaði að kemur tilbaka einn daginn. Þar við þannig, auðvitað er þetta stórkostlegt að hérna sjá litlu stúlkuna sína sem ég sendi í Suzuki skólan með selló, 5 ára gamla, vera komna á þennan stað með hljómsveitinni minni sem ég náttúrulega búin að þekka síðan ég var krakki og kynna í öll þessi ár og mikið af fólkinu í hljómsveitinni hafa verið skólasystkini mín þannig að þetta var næstu eins að vera súperflottri fjölskylduhátíð eitthvað svona og allt í einu var barnið mitt komið á það hlutverk sem er líka svolítið merkilegt að því að Hildur sko hefur aldrei verið svona barn sem að hefur viljað láta ljósitt skína í boðum eða verið með gestalæti eða eitthvað svoleiðis. Það voru mátt spurða yfir Guðni hvort að þeim gefið henni eitthvað áður en við komum í matabóð með hana eða partí eða eitthvað. Hún var alltaf stilt og brúð sko. Mér fannst að lýsa ákveðinni hófærið eða auðmýkt að hún skildi bara koma til okkar í peysu. Já, peysujakki. Peysujakka. Já, loðpeysujakki. Loðpeysujakka. Mér fannst að segja einhver sög. Kannski segir það einhver sög, en mér fannst það. Er þetta hún? Já, hún er bara, eins og hún hefur alltaf verið, alltaf hún sjálf. Já. Algjörlega. Já. 5 ára í Suzuki nám, segiru. Já. Hvar ertu búsett á? Þá er ég nýflutt til Íslands frá Toronto og við Hildur. Já. Og við fengum ekki leikskólaplás og þar sem hún hafi verið í kindergarten í einhvers konar forskóla, eftir maður að segja kannski, í 1 ár í Toronto þar sem hún var sko að læra stafina og læra að lesa og reikna og alls konar sko, að það var svolítið skrítið fyrir að koma heim og hafa bara ekkert einhvað að snúa, skulum við segja. Og Hildur hefur verið þannig, ég finnst að hún hafi þurft svona að hafa eitthvað við að, eitthvað við að gera. Og hérna þá datt mér í hug sko að því að þetta er náttúrulega alveg fáránleg saga sem ég er að fara að segja ykkur núna, að hérna þegar við tókum saman við Guðni, þá vorum við bæði tónlistarskólanum í Reykjavík. Kláraðu aðeins þetta með Guðna, Guðni er hvers son og á hvað hljóðfæri Guðni Fransson og klarinettaleikari og tónskáld, hann var sami tónlist og náttúrulega er stjórnandi Kaput og stafnandi. Mikil músikmaður Guðni. Engin smá spýra í íslensku tónlistarlífi? Nei, og fjölhæfur mjög og skemmtilegur. Já. Og hérna, við sem sagt tökum saman og svo segi einhvern tímann þegar nýkonu úr tónlistarsögu hjá Hjálmari H. Ragnarsinni, eitt skemmtilegasti tónlistarsögu kennari sem hægt að hugsa sér, og þar var hann að spila plötu með Jacqueline Dupré. Og ég fell algjörlega í stafi og hérna átti bara ekki til orði yfir þessari konu með þetta ljósa hár, maður sá náttúrulega bara plötuumslagið og einhvern veginn það var svo mikil kraftur í henni og ég segi við Guðna, veistu að mér langar nú bara eiginlega eignast svona stelpa eins og Jacqueline Dupré, svona töffara og... Sagður þetta? Já, ég sagði þetta við hann og hérna, og svo tilfallandi þá hérna verði ég ófrísk og ég sagði bara, jæja, þetta er stelpa og þetta, hún verður seljuleikari og gantast náttúrulega mikið með þetta því að þetta tekur mér ekkert ákvörðun þetta fyrir börn. Ekki nema sér göldró. Já, nema ég sé göldró. Þá hefur ég bara verið það í þetta eina skipti. Ég ætti kannski verið að beita mér oftar í þessu málum. Kannski það. Já, mögulega. Nema hérna, og Hilda var gríðarlega erfitt fóstur og fekk, hérna, ég var svo veik á meðgöngunni og hérna,
og eini vinur minn voru símalösi Guðni og sjónvarslaus og þannig ég hlustaði rosalega mikið á tónlist á plötum og náttúrulega Jacqueline Dupré meðal annars og hérna vakna alltaf með Jóni Múla í morgunútvarpinu að bara byrjaði mér á sveita því hún sparkaði mér á fætur, hún sparkaði svo rosalega og fekk nafnið Hildur að þeim sögum, það er náttúrulega Valkyrja en svo fæðist þetta ofboðslega rálega barn, þannig hún tekur eiginlega út öll ærslin bara sem fóstur maður segja hún bara fullorðin þegar hún kom út já. En svo sérst kemur þessi tími þar sem að Hildur bara hittir engin börn eiginlega og eitthvað og er bara heimi á mömmu og ég í vinnunni og eitthvað sem var alveg ómulegt þannig ég set hann og bara sel og hún hættir þá bara, ég minn ekkert mál og eitthvað svona bara eins og börn gera þau skiptum hljóðfæri eða hætta eða eitthvað nema henni líka bara svona vel á hljóðfæri þannig að hún hélt áfram og hún var nú stundum komin að því að hætta og þá bara allt í góðu með það þá bara hættir hún af því að ekki píni maður barn í tónlistana og pína til að æfa sig það bara býr til kergja meðal bass og foreldri sem verður alltaf ekki búin að æfa því og allt þetta en svo bara hefur þetta þróa svona hún bara hélt áfram og komið svona langt en auðvitað hef ég alltaf stutt hana í námi og ég held að það sé bara kannski gott sem foreldrar að styðja börn alveg sama hvað taka sig fyrir hendur eins og sonur Hildar er fótbolta bara séni, ég vil segja, hann er það og Hildur er eins langt frá íþróttum og hægt er en hún náttúrulega mætir á alla leiki og styður sinn mann þetta er hlutar okkar Mér langaði þess að þú veist að segja að þið langar svona mikið að eiga svona sellotöffara því ég var með Hildi í Tónu í gamla daga og Hildur var alltaf svo ótrúlega skapandi og skemmtileg hún var alltaf með svo margt á prjónunum hún var alltaf skemmtilegt í gangi hún var í rockljómsveit og hún var í alls konar próduktum og meðan við hinn vorum bara heima að æfa okkur hún var ekkert endilega alltaf að æfa sig en hún var svo skapandi og flott og hún var alltaf svo mikill töffari miklu meiri töffari heldur en við hinn en maður er bara svo ótrúlega fallegt að sjá hvernig þessi svona óhefbundni sköpunarkraftur og sjaldgæfur sköpunarkraftur hvað hann hefur fundið sér fallegan farveg hjá Hildi og hvað hann hefur náð ótrúlega langt náttúrulega á sínu svið. Það er náttúrulega bara fáar konur sem hafa náð svona langt bara í kvikmyndatónlist og þú veist, í því sem hún er að gera. Og við eigum Björk og við eigum Hildi og hverjar fleiri eigum við í þessari deild? Önnu Þorvaldsdóttur, hún er eitt mest spilaða samtíma tónskáld veraldar bara þetta. Það er skólasystur og LHÍ. Daniel Bjarnason er orðið stórt nafn. Já, ég var fyrst og fremst að spá í konum. Já, í konum, akkurat. Laufey auðvitað. Laufey. En þetta er kannski bara á fingurum annarar handa. Já, svo er ótrúlegasta fólk sem á sér karriéra sem maður átt sig á því, Það eru svo margir sem eru ekkit endilega kannski mikið með tærnar í íslensku tónlistarlífi. Það er fullt af fólki sem er að ferðast veröldina og fær ágætt upp úr því að gera kallar og konur sem er ekkit endilega á radarinn heima. Þetta er náttúrulega svo merkilegt. En við erum auðvitað búin að dásta árangri Hildar og búið að vera algjör veisla að heyra þetta núna 3 sinnum, 3 tónleika. Hún var fyrstalega verið þessi symfónísku tónleikar á fimmtudaginn. Svo var hún með svo flott projekt í Silfurbergi á listahátíðis Where to From sem er nýkomið út og Deutsche Grammophon sem er eitt flottasta merkið í sígildri músík og svo voru æðislegir kórtónleikar í gær þar sem hún var sett í samband við Jón Nordal og hans verk. Og það er nú aldeilis viðandi. Jón Nordal hefur 100 ára á þessu ári. Já, nákvæmlega. Og gaman að segja frá því að Hildur var 3 vikna eftir að hún fór í tónlistarskólann með mér í tíma og svona. Og ekkert að þessu fæðist úr engu. Ég meina, þetta er allt byggt á starfi kynnslu og ég meina, það er náttúrulega Jón Nordal algjör lykil maður í íslensku tónlistarlífi og uppbyggingu tónlistarnáms á Íslandi. Elska Jón Nordal. Ég er ekki einnum að finna spurningin áhugaverð úr hverju sprettur afburða tónlistarmaður. Finnst ykkur að þetta ekki áhugaverð spurning alltaf? Alveg rosalega. Já. Og núna kannski ekki alveg strax en eftir nokkra mínútur þá langar mig til þess að við pælum aðeins í samfélagsgerðinni. Hvort þetta er alltaf bara einstaklingurinn, ættin, foreldrarnir
músíkin sem hlustað á í móðurkviði eða hvort samfélög raunverulega sko hafa mikið það að segja, alltaf fjölda af afburða músíkantum og svona. En áður en förum þangað, þá af því ég ennþá undir svo sterkum áhrifum frá þessum tónleikum á föstudag, fimmtudagskvöldinu. Já, ég reyndar þegar kemur á svona giggi, hefst undirbúningur fyrir ári eða eitthvað? Já, meir en það held ég. Hugmyndin allan svona eins og hálfsás gömul að búa til svona nærmynd eins og við köllum það af Hildi og svo þetta búið að vera í mikilli deglu og þróun og hún reyndar síðan svo gaman að þegar músikantarnir sjálfir sko grípa tækifærið og fara í nýsköpunina og hún fer í það þarna heyrðum við alveg glænýja músík sem hefur hvergi heyrst sko. Þannig að það líka verið að semja inn í þetta tækifæri og þetta spotlight sem þú færð sko. Og líka búa til nýjar útsetningar. Þarna var nú músík til dæmis úr Joker, þessi mikla Óskarsverðlauna músík sem að ég man bara eftir að allra áhrifamesta tónlistar sko bíóupplifun sem ég hef átt þegar ég fór og sá Joker. Ég meina allt í einu hugsaði bara hvað það hérna? Hvað galdur í gangi hérna? Og svo jábýtu það músíkin. Það var af því hún lagðist ofan mann eins og Mara og eiginlega sko pressaði mann niður í þessa myrku veröld og það er líklega svona bífægilega gæsað og þegar ég tala þetta sko, þetta var svona físískasta reynsla mín af músík bara sem ég hef upplifað sko í þessu samhengi og alveg magnað sko að heyra og aftur þú veist eins og Tjernobyl sem var nú sungið á þessum svona sálmur eða bæn sem var sungið núna á þessum kórtónleikum í gær kórverk en hvernig hún vann það og til dæmis úr hljóðum sem voru tekin upp innan úr orkuveri og sko þá það manipulerað inn í músíkina alls konar umhverfishljóð innan úr orkuverinu þannig að nýsköpunin og sko hugmyndaauðkin eins og Freyja bendir á náttúrulega alveg ótrúleg og það gerir hana þessum magnaða listamanni sem hún Já, það er gaman það því hún nefnir Tjernobyl sko, ég var þegar hún fekk verðlaun fyrir það og alþjóðlegu hljóðlistarverðlauni það kallið í Gent að það voru þarna kollegar hennar og sem bara sögðu, það var einn annan sem var líka tilnefndur á sama tíma hún Benjamin Goldfish heitir hann og hefur verið svona svolítið verðlaunakall hann sagði bara við hana ég var vitni að því hann sagði sko með þessari tónlist þá ertu búin að toppa okkur þannig við veitum ekkert hvað við getum gert á eftir þér En mér líka svo ótrúlega gaman að sjá hvernig symfóníun núna að lyfta þú veist okkar færasta tónlistafólki upp og að því að mér það líka vera svona mikilvægt hlutverk symfóníunar það þessi nýsköpun að þú veist að vinna með tónlistafólkinu okkar og að ég meina ef við hugsaum bara hvernig ætlar Sinfóníuhljómsveit Íslands að skapa sér alþjóðlegan prófíl það auðvitað þú veist íslenska tónlistin og að því íslensk samtíma tónlist bara að fá mikla hlustun erlendis, það verið að flytja verk við alveg með þó nokkuð mörg tónskáld sem eru að skapa sér bara stórt nafn erlendis og þegar fólk lítur heim þú veist hvað í gangi heima þá það náttúrulega þetta sem fólk vil sjá og sem fólk vil heyra og þess vegna finnst mér gaman að sjá hvernig þið takið eins og Hildi og lyftið henni upp og búið til bara flotta dagskrá með hennar verkum af því að þetta vekur athygli og bara mjög mikilvægt. Svo sjáum við dæmið að sko hljómsveitin leggur eitthvað inn jafnvel fyrir 10, 15, 20 árum síðan og leggur inn og svo tekur hún út vegna þess að svo fara þessi listamenn að draga vagnin. Ég meina við okkur búið til Hollands núna hljómsveitinni af því að Hildur svo sem hún ég meina Víkingur Heiðar fekk ansi marga góða sensa með hljómsveitinni og fekk að spila sig í gegnum ansi mikið repertoár áður en hann var þessi heimsfrægi maður sem hann í dag og dregur svo vagnin sko. Anna fekk að sprikla líka með hljómsveitinni, Daniel fekk að sprikla og gera nýja músík og svo draga þau af vagnin og eru gefin út og stækka prófíl hljómsveitarinnar þetta allt sko þetta allt svona symbiotik sko, samband, þetta nærist hvert á öðru. Og ég líka, ég veit að við ætlum að tala um efnisskrána aðeins og eftir ég líka ótrúlega glöð að sjá okkar unga, þú veist, íslenska tónlistafólk eins og Ástu Dóru Finnsdóttir sem nú einn efnilegasti píanisti sem eru útskrifast frá menntaskóla í tónlist og það bara 2 ár síðan og hún strax komin á efnisskrána að spila einleik með Sinfóníuhljómsveit Íslands og bara ótrúlega gaman að sjá það. Að ég held líka sko að bara Sinfóníuhljómsveitir í nútímanum þær eru alveg
kannski leika svolítið svona fjölbreytt hlutverk og þurfa kannski að skilgreina sig aðeins upp á nýtt, bara hverju þeir eru að skila. Auðvitað eru þeir að flytja okkur bara perlur tónbókmentana eins og þeir hafa alltaf gert, en það þurfa líka að endur skilgreina sig aðeins. Já, og sinna svolítið fjölbreyttara hlutverki og náttúrulega auðvitað kemur fræðslustarfið þar sterkt inn og symfónían er auðvitað standa sig mjög vel þar með ungsveitinni og líka auðvitað bara nemendatónleikum, skólatónleikum og ég meina við í menntaskóla í tónlist erum ótrúlega þakklátt fyrir alla flottu einleikarna sem þau eru að senda okkur sem halda masterclass við skólan. Ég meina þetta er ómetanlegt fyrir nemendur. Þannig að svona þetta samfélagslega hlutverk hljómsveitarinnar er líka mjög mikilvægt. Og líka því að Guðni er að tala mikið okkar afburðafólki, ekki bara í tónlist, þetta er ekki myndlist. Þetta vekur náttúrulega áhuga fólks í útlöndum á Íslandi. Hvað er bara, ég maður alveg spyrir, hvað bara er það að gera þarna á Íslandi og hvernig stendur á þessu og þessi fámenna þjóð og Er það ekki menningarlegt orðspor Íslendinga sem laðar að það milli 10 og 20% ferðamanna samkvæmt rannsóknum hingað til Íslands? Já, ég held að sé bara ennþá vanmetið hvað íslenskt listalíf, íslenskt tónlistalíf, hvað vekur mikla athygli út allan heim og hvað eru margir íslenski tónlistamenn sem er að ná eyrum fólk sem allan heim og þess vegna er bara mjög mikilvægt að tónlistarlífið og að hún sé bara viðurkennd sem bara stór og mikilvæg atvinnugrein sem skilar miklu til samfélagsins. Já, auðlindir skilar, og bæði auðvitað efnahagsleg verðmæti, ég meina nú loksins verið að taka saman tölur hverju tónlistarlífið skilar til þjóðarbúsins en líka auðvitað ekki síður bara menningarleg verðmæti og bara aukin lífskeiði. Sko, aftur aðeins að tónleikunum á 50. skvöldinu. Hún talaði rosa mikið að hlusta og þolinmæðina og ég viðurkenni það, hún Hildur og ég viðurkenni það reyndi svolítið að mína þolinmæði þetta verk þarna með þrýrningin. Þrýhótt. Já, þetta voru á Já. Þetta var reyndar, má taka það fram, þetta var semst líka músík eftir fólk, tónskáld sem hefur haft mikil áhrif á hana, meðal annars eftir þennan Lucier, heitir ekki Lucier, sem gerði þetta þríhyrningsverk. Já. Og og það var hluti af minni upplifun að þarna var verkin sem að hafa breytt henni, þau voru þarna flutt ásamt hennar eigin músík og mér finnst þetta stundum var ekkert augljóst bara svona upp að miðja endir bara allur fjandinn og mjög skemmtilegt en þetta með hóverðina, þau vorum aðeins að tala auðmýkt á hann og hvernig hún klæðist og hvernig hún talar og mikilvæg þess að hlusta og þolinmæðina nálgaðist Hildur alltaf list sína auðmjúk og svona var aldrei hroki í henni þegar hún var að læra. Nei. Svaraði nú mamma. Já, nei, ég get alveg votta það hefur aldrei verið hroki í henni og hún hefur aldrei verið svona súpermetnaðargjörn, hún vilji bara selja sig til þess að komast áfram. Hún hefur, og það sem er svo fallegt að við hennar feril auðvitað er ég ekkert hlutræg. Nei. En Þú ert kölluð þetta sem hlutræg. Já. Þetta hefur alltaf verið mjög einkennandi fyrir Hildi. Hún hefur alltaf farið sér mjög hægt og markvisst. Til að mynda, ég sagði einmitt þegar hún giftir sér, það er skjaldbakakerst, þókað líka eitthvað, hún fer alltaf á hraða sníilsins í sín verkefni oft. Til að mynda þegar hún var að læra að hjóla, gaf hana ígilega fínt bleikt hjól hún var svo mikið fyrir bleikt og pilsakjóla og hún var svo típan ægileg dama, skulum við segja og með körfi, með blóm og eitthvað svona svo var hjálpardekki náttúrulega á hjólinu og svona og svo tek ég eftir því að Hildur sest aldrei upp á hjólið, heldur bara að fer í göngutúr með það hún fór í göngutúr með hjólið og maður bauðst að hjálpa Var þessi hjólið verið hundur? Já, nákvæmlega, basically þannig og hún sem sagt, hún vildi ekki fá hjálp og það er líka lýsandi fyrir Hildur, hún vil gera þetta sjálf bara á sínu og finna sitt eigin lag finna sitt tempó og haldið ykkur nú hún labbaði með þetta hjól í 2 sumur
í 2 sumur labba hún eftir strandgötunni með hjólið sitt, rosalega ánægð. Hún var ekkert beygði við því að vera ekkert á hjólinu. Ég get sagt ykkur það, ég lærði að hjóla tvíhjól þegar ég var 30 ára og ég var algjör glanni. En hún alveg alltaf allsæl puntaði þessu upp og fór út að labba með hjólið. Og oft stóðu við mamma hérna út á tröppum og sagði, já, þarna fer hún með hjólið sitt eina ferðina enni selskap. En þetta er mjög lýsandi fyrir hann og þegar hann var barn sko, hún var átt að tína upp eitthvað mikró, vitið það. Og þegar við byggum í Amsterdam þá hún er alltaf verið með okkur hún var meðmannin alltaf þegar maður var að æfa sig fyrir tón og með pappa sínum og æfingum með hljómsveitum og allt þetta sko og oft í Amsterdam þá lá hún inn í æfingaherbyggjan okkar, lá á gólfinu og var að teikna einhver mikrótákn. Þetta er rosalega, sem gátt alveg verið nótur, vitið það. Svolítið guðumslaga, svona örtákn og mikið af þeim. Svakalega rálegt barn. Já. Þannig að þetta er bara einhvern veginn einkennandi fyrir hana. Þetta rosalega þolinmáða, markvissa barn. Hún er bara eins og hún var þá, sko. Það er alveg þannig. Það er alveg einstætt að fá þessar sögur frá þér, Ingveldur, bara kæra þakki fyrir þetta. En ef ég myndi svona reyna að stilla upp frekar barnalegri spurningu og fyrir þig og svo munið þið bregðast líka við. Nú förum við að fikra okkur kannski í þá átt sem ég nefndi áðan og við ætlum að reyna svona svara því í sammenningu úr hverju tónlistarmaður sprettur. Myndirðu segja að Hildur og þið sem að svona voruð að hlúa að henni, foreldrarnir og hennar nánastu umhverfi, er þetta ykkar afurð eða er Hildur afurð samfélagsins að einhverju leyti? Ég held að spila nú margt þarna inni, sko. Já. Þannig að það voru erfitt að segja. Hún náttúrulega bara sem strax sem 3 vikna barn að fara með mömmu sinni og pappa í tónlistarskólanum í Reykjavík þá hún er bara lendir í þessu. Hún lendir í þessu. Hún lendir í þessu og við erum mikið heima. Við skiptumst alltaf á að fara í skólan þegar maður er í einkatími mikið. Þannig að það var alltaf einhver með henni sko eða hún kom með okkur í skólan og svona. Þannig að hún alltaf bara er í þessu hljóð umhverfi frá fóstrið til fertugs. En hún kemst að í tónlistarskóla leið og þú ákveður að segja fyrir. Já, hún gerði það. Komst það í Suzuki og 5 ára gömul. Beint og selló, 5 ára gömul. Já, beint og selló. Strax í draum, þarf ekki að bíða eftir því að hljóðferðarnar og hún fór í tónlistarskóla í Hafnarfirði. Lostni eins og í dags sumstaðar. Já, og hún var heppin sko, hún fór í tónlistarskóla í Hafnarfirði og þurfti ekki endilega að fara að flautu. Því hún var ekkert spennt fyrir flautunni. Þannig hún fékk að halda áfram á sellóið án þess að fara í gegnum flautuna og því þetta var vesen að fara með hana í Suzuki dæmi sko, það var þetta að því að mamma var ekki á bíl og ég vann mikið og þannig að bara hentu þetta og hún færi í tónlistarskólann í Hafnarfirði að vera stutt að labba og hún kom stutt með að halda áfram á sellóið þannig að já, svo náttúrulega, hún hefur alveg haft kennara sem hefur haft sko mikil áhrif á hana, eins og Bryndís Halla til dæmis alveg. Og þar á undan Gunnar Kvaran eða hvað? Já, Gunnar Kvaran sem hafði líka mikil áhrif á hana, með öðrum hætti. Já. En en það hefur stundu komið fyrir að hún hafi viljað því hún, já, svo er líka annað sko, þegar hún er unglingur og hefur þetta að fara í unglingavinnuna, þá fór hún í skapandi starf hjá Reykjavíkurborg. Já. Og hún sagði við mig mest að það var náttúrulega til hrokkafullt. Þetta er eina hrokkafullla sem ég man eftir sko á æfinni. Hún sagði sko, ég er sko ekki að fara að vinna í fiski. Ég er alltaf sko ekki að fara að vinna í fiski og ég var alltaf móðgu að því ég byrjaði að vinna í fiski 12 ára sko. Og ég sagði náttúrulega bara við henni eins og gömul kona, eða gamall kall bara, það var allir gott að ég vinna í fiski. Nákvæmlega. Og ekkert kjaftaði. Ekkert kjaftaði sko, en hún fer í þessi skapandi störf í Reykjavík og hafi verið mjög skapandi hópi í Hafnarfirði þegar hún var þegar hún var unglingur, var hljómsveitur þar og svona. Og þar kynnist hún svo mikið af samferðafólki sínu eins og Svavari Petri og Benna Hemhem og Bjössa Kristjáns og manstu hvað hún var gömul þarna? Þarna er hún ekki 15-16 og þetta var alveg svakalega flott prógram og þau gerðu svo margt saman byggjandi plötur
og eins og þú varst að segja voru alltaf í alls konar sko. Einmitt. Og svo fór hún að semja með Múm og fleirum tónlistur leikrit í MH Náttúruóperan, já, ég var í MH á saman tíma, þetta var geggjað. Þannig að sko það er svo margt sko, en auðvitað líka af því hún er skapandi og hún fer í þessa lendir í svona hópum, ekki verið slistnur af því að maður vill vera með fólki sem skilur mann, þannig að auðvitað hefur þetta haft stórkostleg áhrif. Og svo náttúrulega kemur hún með þennan hljóðheim frá fæðingu. Já. Og svo líka bara því að hún hefur alltaf verið leitandi og er með svona, eins og þín alltaf heyri á hennar tónlist, hún er svolítið leitandi og prófa eitthvað nýtt, hún elskar alltaf að smíða fyrir sér hljóðfæri, að taka þátt í að smíða hljóðfæri, þannig að hún er alltaf að leita nýjum hljóðum. Það er nefnilega tvennt sko sem að áðurinn kannski förum inn í svona hardcore inn í tónlistarmentunina. Það er þessi tvennt sem að skipti rosalegu máli. Það er að það sé eitthvað í umhverfiðinu sem að er annað en síbyljan. Að það sé einhver músík spiluð í kringu því. Þú heyrir þennan hljóðheim. Ég til dæmis ólst upp á heimili þar sem þetta var í loftinu og ég held að það skipti mig miklu máli og minn tónlistar áhuga hafa bara verið í kringum músík sem var spiluð svona eins og hún væri bara veggfóður sko, skilur og svo er annað atriði sem er pláss og æfingahúsnæði og alls konar rými sem hægt að búa til í skólum og þar fram til göttunum, tónmentakenslan í skólakerfinu. Ég kem úr Garðabænum þar sem var alltaf mikilvægt í félagsmiðstöðin að það væri æfingahúsnæði annarkvort niður í kjallara eða einhvers staðar út í bæ og raðirnar og hljómsveitirnar koma í röðum, hvað sem heitir Jet Black Joe of Monsters and Men og hvað, þú veist, svo videre og músikantar sko á færibandi þaðan úr öllum geirum, jazzin til dæmis, ég meina Óskar og Ómar og allt þetta er allt garbaðingar líka þannig að þetta fylltir annars í við og þar var Guðfinna Dóra sem var með kórinn sem laði líka grundvöllaði þessu fyrir generasjónir sko, veist, og söngfólk sem hefur farið við út heim Hallveig Rúnars og allt það slekti þannig að veist, það er pláss og það er umhverfi sem að ræktar einhvern veginn á fjölbreyttan hátt Ég fór til dæmis í FG í áfanga sem ég svo oft hugsaði sem hét bara einfallega músík. Maður átt að hlusta á músík. Maður átt að hlusta á eina jazzplötu, fara á eina tónleika, skrifa smá skýrslu þetta. Valdimar Pálsson og Gerard Sinotti voru með þetta, tveir miklu meistarar. Og maður átt að skrifa smá upp úr þessu. Þetta finnst mér vanta líka, sko, tónlistarnám og listnám er eitt, en listupplifun þarf að vera hlutamenntagerð líka. Fólk þarf að fá og þessin er svo mikið að fá krakkana á tónleika til okkar sko, að þú þarft að verða fyrir þessu. Þú þarft að verða fyrir heimi tónlistarinnar og hann sé þér opinn og þú getur gengið inn í hann. Líka mikilvægt að búa til hlustendur. Já, heldur betur. Það þurfi ekki allir að verða hinsvegar. Sko. Nei, ekki allir að snillingar. Það verðist að vera góður skilningur. Það verðist að vera góður skilningur í þinni heimabyggð því þess að veru og það má benda á það því það einu og eiginlega bara flottasta tónlistaskóla landsins. Já, hann er mjög flott í Garðabæ. Er það ekki Freyja? Jú, Garðabær hefur staðið mjög vel að sínu tónlistarnámi og náttúrulega byggt þennan glæsilega skóla með flottum tónleikasal. Þannig já, þau eru að gera mjög vel. Þetta skiptir máli. Já. En sko, svo fer Hildur beint út í heim, er það ekki, þegar hún er búin að klára listaháskólan hér? Nei, hún fór í skipti háskólaprógram, Erasmus, og á öðru ári sínu þá fer hún til Berlínar, sem var mjög gott fyrir hana, af því að við Guðni náttúrulega við þekktum sem voru að kenna ég meina, samnemendur Guðna okkar þeir voru til kennar og eitthvað svona þannig að hún, og þetta er fólki sem hún umgæst þegar hún var barn á kapútæfingum og Guðmóta hvaða æfingum og allt þetta þannig að henni fannst rosalega gott að komast sko úr pollinum eins og það ég meina Hilmar og nefndi einhverja kennara sko sem var að kenninni sem henni þykir rosalega væntu það er ekki það en það er bara svo gott að fá aðra sýn og þar fekk hún að gera svolítið mikið það sem hún vildi gera og var frekar heppin með það sko í stað sem veri eftir eitthvað hálft ár yfirleitt sko hún fekk einhvern hluta vegna að vera heilt ár og það gerði henni mjög gott fannst henni sko líka og þar var í tónlistarháskólanum í Berlín þar var líka
betri græjur og svona. Listaháskóla var nýstofnað tiltölulega þegar Hildur fer í hann. Þannig að það gerði henni rosalega gott og þar kynnist þú líka alls konar tónlistafólki og sem að nýttist henni vel þegar hún flytur út eftir hún útskrifaðist úr LHÍ. Já. Og hún rosa forvitin. Hún rosalega forvitin. Mjög forvitin. Ekki fólk. Nei, líka að vera að segja það er svo fallegt að sjá hvað hún hefur alltaf verið óhrædd við að prófa eða fara sinnar eigin leiðir við að bara iðka tónlist frá hjartanu og gera það sem hann langar til að gera og þetta er svo mikilvægt að þora að taka skrefið og gera það sem langar til að gera. Það er erfitt að vera sá sem er að brjóta upp. En hún hefur aldrei látið að trufla sig að vera öðru sem aðrir. Það er þannig bara til að mynda hún var sko í pilsum og kjólum lengi framan af sínum barnaskóla meðan aðrir voru í dúnúlpum og joggingálu. Þannig hún var strax frekar sjálfstæð með allt. Hún er alltaf verið það. Akkurat. Hún segir í viðtali, ég held að tónlistarnámið og kórstarfið, hún nefnir það sérstaklega. Hafi verið mér rosalega mikilvægt þessi ár mótamann hvað mest og hafa varið þeim í að syngja og spila með öðrum og að það hafi verið bara eðlilegur hluti af umhverfinu að fá að hafa aðgengi að því mótaði mikið hvernig ég sé mína tónlistarsköpun. Þetta segir hún í vikunni. Hún Já, geta menningarriti. Já. Sinni sínum. Já, algjörlega. Það er vissulega. En kórstar á Íslandi er náttúrulega bara auðvitað skiptir okkur öll svo miklu máli held ég. Ég held að þar kynnist fólk svo vel einhverjum heimi sem er svo gaman að ganga inn í sko. Að syngja inn í hljómingvinni. Já, ég meina við vorum nú að stjórna við vorum að flytja bara daginn í fyrsta sinni á Íslandi, symfóníu númer 8 eftir Mahler. Ég hef einu sinni sungið í Mahler með Sinfóníuhljómsveit Íslands, það var í Háskóla BÍ, Mahler 2 fyrir mörgum árum síðan. Hún skal vera sett upp fljótlega aftur en það er eitt af mínum uppáhaldsstykkjum ég gleiði heldur ekki þú varst að fara að syngja það Guðni, það var bara eins og þú hefur eins og ég væri bara heimsfrægur, kannski mér leiði þannig en maður líður á því alveg árum saman að taka þátt í svona verkefni það er bara þegar maður færa af því að við eigum ekki 200 manna útvarskór eins og þeir eiga í Berlín sko, sem að syngur allt eftir allt sem hægt er að syngja eins og ekkert sé. Við eigum ekki þannig atvinnumannakór. Þannig að við erum að styðjast hérna við alveg ótrúlegt starf í þessum kórum og við vorum með 5 kóra daginn sameinaða í Mahler og þetta er alveg frábært fyrir alla sem taka þátt að svona verkefni náist sko. Og ekkert sjálfsagt. Taldu kórin sem Hildur var í Kór Öldtónsskóla og hún var nú bara 8 ára þegar hún söng einsöng með Sinfóníuhljómsveit Íslands og Kór Öldtónsskóla. Það er það til að disk. Þetta er náttúrulega sko, þetta er kosturinn við litla ríkið og dvergríkið, það eru þessi tækifæri. En það eru ógnir og nú erum við komin að heitu kartöflunum í umræðinni. Ég hef verið að lesa tónlistarfólk á félagsmiðlum skrifa mjög gagnrýnið fjárveitingar. Ég held að sé að Kristinn Örn Kristinsson sá annars orðprúði frábæri píanisti og píanokennari, skólastjóri og stofnandi Allegro ásamt Lilju. Harmar það mjög að Reykjavíkurborg sé farin að gera kröfu það að tónlistarskólar þurfi 150 nemendur eða fleiri og það má á honum skilja að þeirra starf sé í hættu. Ég tók viðtal við mannin sem samdi Disco Frisco í síðustu viku og það er verið að kippa úr Árbænum verkefni þar sem 200 nemendur hafa ókeypis fengið að músisera saman. Og það mætti lengi áfram telja. Þú, Freyja, stýrir stofnun sem getur ekki tekið við nema broti af þeim tónlistarnemendum sem langar að fara í MIT næsta haust, ekki satt? Jú, það er bara frábæra aðsókn í skólan og bara mikið ungu fólki sem á þann draum að koma í menntaskóla í tónlist og sökkva sér ofan í tónlist í sínu framhaldsskóla námi.
Nú erum að fara að hafna það bil helming af umsækjendum, þannig að það er mjög mikið af efnilegum tónlistanemendum sem mun ekki komast að næsta haust, því við höfum bara ákveðin fjölda plássum sem að við erum bara með 200 pláss, þannig að við verðum að velja inn í skólan og það er bara einmitt, inntökuprófum voru núna fyrir 2 vikum og það er bara ansi sársökafullt að skera niður, að hafna, við erum að fara að hafna efnilegum nemendum sem hafa fullt erindi í tónlistarnám. Þú allar minna samáðalendi þessu. Já, einmitt. En þetta er auðvitað, það hefur verið svona smám saman, jaft og þétt, tölvöld mikill niðurskurður síðustu 20 ár. Það var náttúrulega eftir hruni var 30% niðurskurður sem kom nú ekki tilbaka, sem var sagt að væri tímabundin aðgerð sem kom aldrei tilbaka. Og núna síðast bara auðvitað í Reykjavík, síðasta vetur, það var skorið niður 7%. Bara mjög stutt eftir að búið að samþykkja 16% launahækkun fyrir tónlistakennara. Þannig að svo launahækkun var skafin innan úr skólunum. Já, þá þurftir að hækka skólagjöld? Eða sem sé margir skólar þurfti að hækka skólagjöld. Starfshlutföllum minnkuð? Já, skólinn er svona að gera sitt besta og núna kannski það síðast að kemur svona tilskipun frá Reykjavík til skólana í Reykjavík að þeir ætla ekki að endurnýja samninga við þá skóla sem eru með 150 nemendur eða færri. Hvað þýðir það fyrir skólan? Þetta hefur verið lengi í umræðunni og svona verið kannski stefna Reykjavíkurborgar. Ég held að vilja gjarnan að það séu færri skólar en stærri skólar. Og það er mikilvægt að við áttum okkur því að það eru bara 4 skólar í Reykjavík af, held ég, 18 sem að uppfylla þessi skilyrði. Og þeir vilja... Að vera með 150 nefndir eða fleiri. Já, það eru bara 4 skólar. En ég held að þeir vilja gjarnan bara minnka yfirbygginguna, að fari minna í stjórnun, að þeir geti fyrir sama fjármagn, tekið inn fleiri nefndur, af því að það er gríðarlega biðlistar í tónlistskólum víða borgina, til dæmis í Vesturbænum, þá komast nefndur ekkert margir, ekki í tónlistarnám, það eru jafn margir á biðlista og í skólanum, til dæmis í Doremi. Og þannig að svona staðan er svona ansi snúin. Það er kannski skilmaður einhverju leyti að þeir vilja minnka stjórnarkostnað og minnka yfirbyggingu en þetta er kannski svolítið viðkvæmt af því að allir skólarnir eru sjálfseignarstofnanir sem hafa verið byggðar upp kannski oft af einstaklingum. Og ég held að enginn að sé nú að drepast úr yfirbyggingu, sko. Nei, og þeir eru náttúrulega, og þeir eru þarna, að þvinga sameiningar. Það hefur verið talað þetta lengi. Það er það sem liggur undir. Og lengi vel var verið að reyna að hvetja skólana til að sameinast, en núna er þeir raun og vera að þvinga það fram með þeir bara hóta að segja upp samningum. Og það eru strax einhverju tónlistskólar farnir að tala saman og það er nú þegar búið tilkynna sameiningu hjá tónlistskóla Edduborg og tónlistskóla FIH, þannig að þetta er strax farið á stað, þetta er sem sé að gerast eftir ár, þannig að þá munu verða ansi miklar breytingar bara á kerfinu í Reykjavík. En það þarf húsnæði? Já, og það er nefnilega kannski það líka, ég hef ekki heyrt af því að Reykjavíkborg hafi eða ætli sér að bæta aðbúnað eða húsnæði skólana á móti. Nei. Einhver leiti skilum að vel að þið vilja spara yfirbyggingu og hafa stærri skóla, en þá þarf náttúrulega að byggja yfir skólana og ég meina Reykjavíkborg hefur aldrei staðið að því að það hafi verið byggt yfir tónlistskóla í Reykjavík. Það þarf náttúrulega aðeins kannski standa betur að þessu. Já, þeir sem þú þarft að senda svarbréf því miður þá getur við ekki tekið þið inn. Eru það nemendur sem hafa lokið miðprófi? Já, einhverjir. Já, sumir þeirra. En við reyndum að setja kategóriu við erum að reyna að ná flestum inn sem eru búin með miðprófi. Þetta eru auðvitað bara langskóla gengnir krakkar í tónlist sem eru flest búin að vera í tónlistanámi síðan þau voru að minnstakosti 7-8 ára og síðan þau voru 3 ára. En málið er að við erum líka sinna miklu fjölbreyttari hópi. Við höfum verið að popbrautunum okkar að taka inn súperflotta, efnilega skapandi krakka sem hafa kannski ekki verið að fara í gegnum í hefðbundna tónlistskóla kerfi en hafa engu að síður kannski verið að kafa í tónlist öll sín unglingsár og verið, að semja tónlist, verið í bílskúrsböndum og þarna eru við til dæmis að ná inn krökkum sem eru kannski ekki að betri heimilum sem að hafa geta greitt tónlistanám fyrir börnin sín frá því voru pínlítil. Og ég er mjög miklar áhyggjur á þessum heimilum. Ég hef bara fylgst með foreldramenginu á nemenda tónleikum. Það verður bara að segjast eins og krakkar að þetta er mest allt að verða betri fjölskyldur.
Þetta líka bara dýrt sport. Þetta mjög hljóðfæri dýr og hvernig rýmar þetta við sko þjóðarstolti, við erum að tala snillingan okkar, hana Hildi og allt þetta unga fólk sem hefur gert garðinn frægan og maður spyr sig og getur líka spurt bara hvers konar samfélag erum við að búa til? Er það svona sem við viljum hafa þetta? Það sé bara nám fyrir einhverja elitu börn. Mér stík allir sett í hlusta sko, viðtal við þjálfaran upp í Breiðholti að Körfuboltafélagi Aþenu sem að hefur orðið svona afskiptafar hérna samstöðinni, mjög áhugavert og maður hugsa með sig, er það í alvöru þannig að borgin vil ekki styðja við þessi útlensku börn og þessar stelpur sem í körfubolta í þessu félagi Aþenu sem voru ekki að biðja fjármagn, heldur þau voru að biðja aðstöðu. Kjallara í húsi. Ítreka fengi neitum og þetta er svo blóðugt einhvern veginn. Þetta skiptir svo miklu máli. Hann satt hérna í þínum stól þar sem þú ert núna Freyja, hann Brynjar Karl, brjálaður. Eðlilega, ef rétt og það hefur ekki verið hrakið að hálfu borgarinnar að hann var að biðja lítið en þetta sá hópur sem þykir ekki fínastur og mikilvægastur í skólakerfinu og best að segja það bara upphátt. En í skólakerfinu þá talað mikilvægi inngildingar, þá talað mikilvægi þess að það sé jafnrétti til náms, að öll börn eiga jafna rétt í sínu námi og í sínum tómstundum en það hljómar fallega ég menn það sko í MIT við erum að þjóna ólíkum hópum og það eru líka krakkar hjá okkur sem eru kannski ekki mikið upp á bókina sem að hafa kannski verið stæðið halloka í skólakerfinu kannski ekki fengið þann stuðning sem þau þurfa en hafa fundið sína fjöl í gegnum tónlistina og eru kannski efnilegi tónlistanemendur en þegar þú situr upp með það þurfa að hafna helmingnum af nemendum þú veist, á maður að hafna afbröðanemandanum sem hefur alltaf staðið sér vel og til þess að geta tekið inn þennan hóp, en okkur það mjög mikilvægt að geta sinnt þessum hópi og þau að hvergi annars staðar betur heima, kannski krakkar sem eru að hafa í tónlistin hafa kannski ekkert annað þannig að ég myndi óska mér að við gætum tekið inn þennan breiða hóp og sinnt einhvern veginn, tónlistakrökkum af ólíkum stígum. Ég hef smá áhyggjur af því, sko, við erum að starta þjóðaróperinu sem frábært skref og það virðist að vera sæmilega séð Sinfó. Getur ekki verið sammála mér með það? Guðni? Jú. Í fjárvitingalegu tilliti og svona. En ég hef bara svo miklar áhyggjur af hinum endanum, þessum enda sem við erum að tala börnunum, æskunni, ólíkum heimilum, ólíkum björgum heimilana. Þegar maður líka horfir á hvað það sem við erum stoltust af sem þjóð, það tónlistarlífið og við erum að ná áheyrn og listafólkið og þá bara auðvitað ótrúlega mikilvægt að hlúa vel að menntuninni, að fjárfesta í menntuninni og virkilega rækta upp tónlistafólkið okkar og styðja það vel. Ég held ekki þetta fullir sko að það sé íslenskt listafólk sem ber hróður landsins út til landstinnana. Við getum alveg þetta Ragnar Kjartansson og Ólaf Elíasson og þetta ekki bara tónlistarmenn, þetta bara svona hlutir geta líka alveg drabbast niður. Það er ekkit alveg gefið. Nei, það er ekki sjálfgefið. Af því að ég var til dæmis svona dálítið hissa daginn að ríkisstjórn Íslands var að gefa frá sér atvinnustefnu og þar bara valla minnsta á listir eða skapandi greinar og listir sem var fyrir nokkrum árum. Ég veit ekki að það eitthvað svona það er ekki gott að við látum reka á reiðan bara. Þetta þegar þú segja þetta Guðni, þetta minnum á sem að margir tónlistamenn hafa fengið að heyra eins og það er ekkert langt síðan Kristinn Sigmundsson sagði við mig og þá var hann sko löngorðið mjög frægur en við hvað vinnurðu? Þannig að kannski hitta á þessum atvinnu Já, við hvað vinnurðu? En við hvað vinnurðu? Ég hélt við værum komið lengra og ég hélt sko að við myndum fara hraðar áfram. Við erum komin aðeins lengra. En getum við ekki aðeins kjarna þetta sko, ef við tölum bara hlutverk tónlistarinnar í samfélaginu, þú veist, hvaða hlutverk spilar hún? Segðu okkur það. Þú veist, við fæðumst, við deyjum, hver einasti mannfögnuður, þú veist, allir stórvirðburðir í lífi mannesku, tónlistin alltaf, alltaf í miðpunkti, hún svo samtvinnuð mannlegri tilveru, bara og í samfélaginu. Og nú líka dálítið lag, held ég, vegna þess að krakkar í dag eru orðin svo
landamæralausir og grensulausir. Þau vita til dæmis ekkert hvort koma undan sko Beatlandinu eða Queen. Veltaði ekkert fyrir sér. Þetta allt bara músík. Þannig að við þurfum að fá, held ég líka þess að fyrir aðeins aftur að þessu sem að mér finnst svo mikið að kynna músík fyrir bara skólakrökkum. Fjölbreytta, góða, vel spilaða músík. Ekki bara einhvern veginn að láta þau það sjálf. Já, finna það YouTube. Svona aðeins að býtu, hvað það í þessu sem að þú getur fundið? Þetta ekki aldrei fallegt hérna? Þessi hægi kapli úr þessum Vivaldi konsert eða eitthvað, skiljiði. Það þarf stundum svo lítið til þess að kveikja neistan, sko. Eru söngtímar þetta í dag eins og hétu? Í einstaka grunnskólum. Það söngur á sal og það aðeins að aukast held ég frekar en hitt. Það? Skólarnir eiga að kenna tónmennt í samkvæmt aðalnámskrá en það hefur svona, það svolítið misbrestur á því hvernig skólarnir að leysa það. Það náttúrulega ekki gott, sko. Nei. En það sem enn verra að þáttastjórnin mín hún í mólum og við ætluðum að 1/3 af umræðutímanum Guðni minn, ég bara beðist afsökunar. Hann átti að fara í það sem að þú heldur þarna á sem næsta starfsár. Ég veit ekki hvort ertu til í að koma kannski bara aftur? Ég alltaf til í að koma til þín, Björn. Það má bara benda fólki líka á að vera daldið forvitið og fara inn á sinfonia.is sem besti staðurinn til að skoða næsta starfsár. En ertu til í að nefna mér 2 eða 3 svona hápunta í næsta starfsár? Já, það nú að marga taka, sko. Þeir alveg 17. Kannski svona stærsti hápunkturinn að nú komið að því sem margboðað í starfi sinfoníuhljómsveitarinnar að nýr aðalhljómsveitarstjóri taki til starfa Barbara Hannigan sem náttúrulega gríðarlega spennandi músikant og væri hægt að ræða þetta alveg þess vegna í heilum þætti bara hana. Eða 3 þætti. Og nálgun hennar á músíkina en hún verður sérst 6 sinnum á árinu með tónleika og með mjög spennandi dagskrárgerð í kringu sína músík. Já, þú kveður Evu. Já, Eva var að kveðja daginn með Mahler 8, þá voru hennar loka tónleika sem aðalhljómsveitarstjóri Óleikanin, hún búin að vera hjá okkur 6 ár, nú komið að skiptum, en það er bara, eins og ég segi, það má nefna, bara ég nefni nú nokkra ólíka hluti, þú veist, við ætlum að gera Ennio Morricone kvikmyndatónskáttinu 800 höfðu á 2 tónleikum, við erum að fá einn fremsta hljómsveitarstjóra Breta, Edvard Gardner í heimsókn til okkar sem gest. Við verum með risastóra symfóníu eftir Sjostakovits sem er með stórum kallakór og mögnuðum bassasöngvara Sjostakovits nr. 13. Það er alveg ótrúlegt stykki að verða fyrir. Aðri bíótónleikar að vera Psycho verður spiluð upp á, þannig að maður horfir á myndina og strengjasveitin spila eins og eftir Bernhard Herrmann eins og á að gera og þú veist allt mögulegt. Benedikt Kristjánsson okkar frábæri Bach-söngvari, hann ætlar að stjórna Matthíusarpassíunni sem er eitt mesta stórvirki tónlistasögunar og einhver dásanlegasta músík sem til í heiminum. Ef ég segi nú bara það sem mér finnst Arnheiður Eiríksdóttir eina af okkur frábæra tónleikum söngkonum kemur og syngur Mahler. Ásta Dóra kemur og spilar Grieg, við nefndum hana áðan. Hún í Curtis, það ekki í Bandaríkjunum? Já. Hún sem brjálaðislega erfitt að komast inn í það. Það eiginlega ekki hægt, sko. En svo, ég nefni bara til dæmis í lokin, það verður nýtt verk sem heitir Freyja, eins og hún, sem að Barbara Hannigan að vinna með Huga Guðmundssoni sem verður staðatónskáld hjá okkur og það er mjög spennandi verkefni sem er byggt á ævi konu sem var Vestur-Íslendingur og fór til Kanada og var mikið lýðræðisbraut á þar í landi, hét Margaret Benediktsson og þetta er inspirerað á hennar lífslaupi, þannig að það er alls konar nýsköpun, það er allt mögulegt þetta, en Björn, ég skal bara koma og leiða þig nánar þetta allt saman. Flott að fá huga. En sinfonia.is er besti staðurinn til þess að skoða náttúrulega og við erum byrjuð að selja og vorum að byrja að selja bara nýja áskrift og áskriftir í gær. Og fer allt vel að stað í sölunni? Já, það er bara mjög mikil spenna og þetta mikil eftirvænting eftir Barbaru og þessu spennandi tónleika. Ég trúi því, það er bullandi svona flottir straumar yfir symfóníunni þessi misserinn. Það er bara að segja þetta eins og Bara hipp hipp bara vel gert hjá þér og þínum.
Freyja, þú ætlaðir að segja eitthvað? Já, ég ætlaði bara að segja, ég held að margir séu ótrúlega spenntir að sjá hvernig Barbara mun vera í þessu hlutverki. Af því hún er auðvitað ótrúlega flott tónlistakona, heimsfræðisöngkona, auðvitað hljómsdastjóri, en ég held hún hafi aldrei verið svona aðalhljómsdastjóri symfóníuhljómsveitar. Hún har alltaf tekið sín prójekt, gert óbúslega flott prójekt og túra með þau, en kannski ekki verið svona í þessu hlutverki áður. Það er mjög gaman að sjá hana fóta sig í því, sko. Og mjög spennandi prógram sem hún er að stjórnar svona svolítið óvenjuleg prógram í svona þessu symfóníska umhverfi. Það er aðeins verið að snúa stundum upp á og það ætti að kveikja í fólki bæði þeim sem eru fastagestir hjá okkur til margar ára að aðeins að snúa upp á venjuna en líka fá nýja hópa sem eru leitandi og vilja fá svona krydd. Ég hef eiginlega aldrei orðið eins hissa eins og þegar Barbara bæði söng og stjórnaði fyrir 2 árum í Hörpu. Já, magnað. Þú varst annað líka? Já, magnað. Já, ég líka. Mannsröddin. Það var ótrúlega flott. Það var fár. Og performansin var bara svo flottur. Það er ekki hægt að gera allt sem hún gerði. Ég sagði líka, nú fer ég Við heim. erum ekki með svona góðan heila að geta gert svona margt í. Fyrir mig var það takning til að fara heim til Íslands bara. Já, nú fer ég heim. Var ekki svikin. Þessum tónleikum. En frábært að fá ykkur í heimsókn og ég þakka þér náttúrulega almest, Ingveldur, að fljúga til mín alla leið frá Danmörku bara í þetta spjall. Það kom einu sinni fyrir að maður keyrði hinga frá Sauðárkróki af því að ég bað hann að koma í spjall. Já. Vel gert. En fólk út á landi, sko, það lítur allt erum augum á þessa vegalengdið. Þeir finnst þetta bara skrappa þetta reykja, þetta er ekkert mál. Og Freyja Gunnlaugsdóttir, skólameistari menntaskóli tónlist, ég vona að fjárveitingar eða aðstæður breytist þannig að þú getur tekið inn þessa nemendur sem þú varst að segja okkur frá því að þú þyrftir að hafna. Þetta er svo sannlega umhugsunarefni. Já, það er það. Og Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri Sinfó, kæra þakki fyrir komuna, búið að vera mjög gaman að spjalla við ykkur öll. Við byrjuðum á Hildi Guðna og fórum svo svona aðeins út í samfélagspólitískari strauma. Það er líka bara svo gaman að tala tónlist. Það er svo gaman að tala tónlist. Það er bara rosa gaman. Það er nú helmingur naði eiginlega. Já. Alveg rétt. En ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við eigum enn eftir nokkra kafla hér í kvöld, eftir andartak enn nýr kafli. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.